til að svona koma aðeins með mér í þessa svona pælingu varðandi þessa stigskiptingu sem að við erum svo föst í hérna á jörðinni. Nú ert þú með allt opið, þar sem að þú er ekkert efni, þannig að það er ekkert sem að temprar þig að neinu leyti, þína visku, þitt ljós og allt þetta. Sko, nú finn ég og veit að þú upplifir okkur hérna á jörðinni ekki sem einstaklinga á, við getum sagt kannski svona lægri tíðni, heldur svona þéttari tíðni. Það sem ég er að fara er að þú ert laus við þessa stigskiptingu. Þú, eins og ég skil þig, að þá finnur þú fyrir einingunni og þér finnst ég bara að vera hluti af þér, eins og allir sem eru hérna á jörðinni eru bara hluti af þér og þú horfir ekki á okkur sem einhver, ef ég getur sagt bara á jarðnesku hráu máli, vitleysinga. Þú veist að stigskiptingin er svolítið svona mikil hurfa, ekki satt? Jú, það er alveg rétt. Eini munurinn á mér og ykkur er að það má segja með sanni að þið eruð í 9. vitni eins og ég, nema á sama tíma þið eruð þar, þá eruð þið á jarðarsvæðinu í þéttleika. Akkúrat. Já, þið hafið ákveðið að vera í þessu tvennu á sama tíma. Já, og mig langar að segja varðandi það að þið fáið svona ákveðið svona, já, þið verið þreytt á þessum, já, jarðnesku hulum, já, já, þar eru, ég segi jarðneskar, þar eru ekki nema í jarðlífinu, en að því að þið eruð á jörðinni, að þið eru líka í annarri vídd, það sem ég er, að þá vil ég hvetja ykkur til að horfa ekki alltaf bara á annað. Horfið á stigskiptinguna og allt þetta bras. Og í staðinn fyrir að finnast þetta kjánalegt, sem í reyndinni þetta er. En þetta er lærdómstól, horfið á það með skilyrðislausri ást. Og á sama tíma eru þið full meðvituð andlegu vitundina, sem er það sem ég er. Já. Á sama tíma, það sem er svo flókið við einmitt að vera hér, að það er þetta að vera svona í tvennum hlutum, sagt, sem eru ansi miklar andstæður oft á tíðum. Að það er það að samræma þetta, ná þessu samræma, að þið þurfið alltaf að upplifa bæði á sama tíma. Vitleysan, öll vitleysan og brasið á jarðarsviðinu og all þessi friður og eining sem er á það sem er minni léttleiki. Það sem er að hefja svo mikið fyrir ykkur er einmitt að ykkur finnst þið alltaf þurfa að horfa í aðra áttina í staðinn fyrir að horfa á báðar hlutina. Já. Þannig að elskið þið stigskiptinguna, sko, á þess að týnast í henni. Já. Og skiljið hana og skiljið tilgangina bak við hana, lærdómstól. Já. Þannig það er þetta, það er mjög flókið að koma í þéttleika. Og eins og ég sagði, verið þið klappið ykkur á öxlina, reglulega, og verið vissum að allt hefur sinn tilgang. Já. Akkúrat. Já. Alltaf þegar þið
eru núna að líta yfir eitthvað á jarðarsviðinu, eitthvað, og þið fá þessu kjánatilfinningu, kjánahroll, ég kalli þetta það. Já. Breytið þessu í skilyrðislausa ást. Já. Elskar stílskiptinguna og Já. elskar þetta allt saman. Já, Já. barnin ykkar, Já. andlega vitundin, veit alltaf sannleikann. Já. Veit alltaf betur. Já. Elskið þetta allt. Það er þá sem samruni verður. Já, einmitt. Þið eru svo mikið að spá í hvernig fer ég að þessu, að ná þessu samruna. Það er þetta. Að elska allt. Já. Einmitt. Já. Það er svo fallegt. Þið eru nefnilega alltaf að líta undan. Já. Já. Kjánaganginn. Já, að því okkur finnst hann óþægilegur. Kjánalegur hlutarnir af ykkur, já, þið viljið ekki sjá það. Já. Skal að horfa á þá bara með ást og samþykki þá og elska þá skilyrðislaust. Já. Heyrðu, Já. Það bárust nokkrar spurningar til þín. Ertu tilbúin fyrir þær núna? Það er svolítið, já. Þá er fyrsta spurningin: höfum við alltaf frjálsan vilja og höfum við alltaf val? Já. Þeir eru einmitt komin þetta til að vera með frjálsa vilja, reyna á þetta. Já. Og það er ekkert erfitt að vera með frjálsa vilja sem er svo sannlega með það sem ég er. Það reynir ekkert á. Það sem er kyrrð og eining, þá er ekkert krefjandi að vera með frjálsa vilja. Nei. Þess vegna er ég komin hérna. Já. Komin hérna, þar sem eru allar þessar andstæður, þetta mikla val, þetta er svo hlaðborð. Já. Þið eru komin hérna á hlaðborð og þið eru komin til að velja alltaf út frá ástinni. Já. Já. Akkúrat. Já. Alltaf það sem er gefur skilyrðislausa ást. Í fyrstu og fyrri stigum þá er þið ekki að ná þessu, þið veljið það sem þið eru að velja út frá egóinu, það sem þjónar því. Já. Og ykkur er sama þó að það jafnvel svona hafi áhrif á aðra, jafnvel skaði þá. Já. Og svo fer það ósjálfrátt í öllum að valda ykkur svo miklu sársauka að það er það sem verður hvatinn til að breyta. Já. Þannig að þið eru komin til að sýna alltaf skilyrðislausu ástina í verki, mæta myrkrinu aðskilja með ljósi. Já. Og hafa frjálst val til þess. Akkúrat. Já. Og allt sem freistar og allt þetta. Já. Og mér langar til að skjóta þetta spurningu að þér. Já. Nú kemur þú hingað sem Anaseta og ég upplifi þig sem Anasetu. Nú langar mig til að spyrja þig, ertu með svona einstaklingsvitund þannig að þú upplifir þig sem Anasetu hlutan af öllu sem er? Svona þegar þú ert ekki að mæta hingað í þéttleikann og spjalla við okkur. Þá er ég að meina þegar þú ert í 9. vitinni. Finnurðu þá að þú ert Anaseta hluti af öllu? Já. Alltaf. Dásamlega. Já. Það er góð tilfinning því að þú ert svo ofboðslega mikil fegur og dásemd. Þannig að þér líður örugglega vel með það. Já. Til útskýringa. Já. Þá má segja að það séu endalaust margar Anasetur að tala. Já. Núna. Á sama tíma ein heild. Já. Ein risastór samvitund. Já. Eining. Akkúrat. Ég get tekið alls konar útfærslur. Já. Ég
gæti sett upp og sagt við ykkur. Þið eru að tala við ykkur sjálf í þessum podcastætti. Þið sem eru að horfa. Þið eru með podcastátt núna og eru að tala við ykkur sjálf. Þið eru að flytja ykkur viskuna sem þið öll hafið frá andlega sjálfin ykkar, andlegu vitundinni. Sá hluti af ykkur öllum sem að man ekki í gleymskuna akkurat núna, en tala við ykkur. Verið sátt og njótið þess að vera á þessu stað sem þið eru núna. Það muni ekki alveg allt. Njótið þess að muna meira, uppgöta, finna þessa undrun. En það er líka það sem þið eru komin til að sækjast í. Akkúrat. Þessi undrun, þessi tilfinning. Já, þið kannist öll við þetta. Já. Sannarlega. Já. Þið eruð að tala við ykkur sjálf. Þegar þið sækið í visku frá það sem þið kallið æðri verum, þar sem eru ekki á jarðarsviðinu, sama á hvaða formið það er, svona þætti, skrifum, bara, já. Þá getið þið alltaf verið þess fullviss og njótið þið að þá er andlega vitundin ykkar að færa ykkur viskuna ykkar, minna ykkur á, senda ykkur alla þessa kóða. Já. Akkúrat. Þið eru alltaf að tala við ykkur sjálf. Já, það er bara skemmtilega að gera það í svona, við getum bara sagt til að einfalda aðskilnaði að nú veit ég að ég er anaseta að upplýsa mig. Nú ert þú að upplýsa fortíða sjálfið þitt og aðra. Og er þetta ekki bara sannleikurinn að því að nú sagðir þú í síðasta þætti, man ég, að þú ert líka búin að ganga í gegnum alls konar bras, þéttleika og alls konar víddir á öðrum plánetum. Þannig að þetta er fegurðin í lífinu. Og mikið óbúslega er ég stoltur af anarsetu hlutanum mínum og mér líður svo vel að vera þú. Og ég veit að þér líður líka vel að vera ég. Það er þessi eining sem er svo stórkostleg og það er svo dásamlegt að upplifa hana í efninu. Heyrðu, þá er það næsta spurning. Mér finnst ég flögrandi í lausu lofti. Hvernig finn ég styrk í öllum þessum sársauka? Já. Elskulegi hluti á okkur öllum. Það sem þú finnur núna